Skulum tala aðeins bil. Þegar við erum að tákna bil á talnalínunni, þá notum við notasjónuna til dæmis fyrir bilið frá 1 upp í 2. Það skrifum við svona með svona hotklóðum kring. Þetta þýðir lokaða bilið frá 1 til 2, þar sem 1 er með og 2 er með og allar mögulega tölur þar á milli eru líka með. Þannig er lokað bil, 1 og 2 eru með og allt þar á milli. Og þegar ég segi allt þar á milli með allar mögulegar tölur þar á milli. Nú, þegar við teiknum þetta upp, við teiknum oft talanlínuna til að merkja hvað við erum með. Það segjum við sem með 1 hér og með 2 hér, þá indikerum við oft með svona lokuðum punkti að við ætlum að hafa endapunktana með. Svo getum við sleppt í af endapunktum með, ætlum að hafa bara allt á milli þeirra en ekki sjálfa endapunktana. Þetta er opið bil. Þá eru allar tölur á milli 1 og 2 með, en ekki 1 og 2. 1 og 2 eru ekki með, en allt þar á milli. Og sem sagt allar tölur þar á milli. Og svo er náttúrulega hægt að hafa bara annan punktin með. Við skulum skoða fyrst hvernig við teiknum þetta þegar við erum með talnalínuna. Við erum með 1 upp í 2. Við höfum svona opinn punktin að tákna, að fara niður í 1 en ekki hafa 1 með, en alveg eins fara alveg upp á hann. Og svo er þetta hálfopinn bil frá 1 upp í 2 þar sem 1 er ekki með að 2 er með, eða frá 1 upp í 2 þar sem 1 er með en 2 er ekki með. Þetta er bæði hálfopinn bil. Sem vilt hálfopinn, ekki hálflokuð, þá myndi skiljast alveg hvað maður ætti við þar. En þetta er sem sagt, hér myndi maður tákna fyrra bilið sem 1 er ekki með en 2 er með og seinna bilina sem 1 er með en 2 er ekki með. Nú oft viljum maður tákna allar tölur á talnalínu nema einhverja ákveðna og þá myndi maður til dæmis skrifa allar tölur nema 0, það er svona algengt. Þá segir maður, ég ætla að fara frá mínusóðandalegu upp í 0, ætla ekki að hafa 0 með og svo ætla ég líka að fara frá 0 upp í óandalegt, þar sem 0 er ekki með. Og við höfum alltaf opið sjáðu þegar við erum að tala um óandalegt og mínusóðandalegt, eins og við getum ekki komist í loka punkt þar. Þetta bil, ég er ofta að tákna svona mengi og bil með mörgum mismundi hætti, sama mengið og sama bilið. Og hérna til að tákna þetta bil hérna, þá getum við líka sagt allar rauntölur nema akkurat punkti 0. Svo að við setjum svona mengi hérna í kring þá er að segja hvaða mengi við sleppum. Adams ritar opinn bil með aðeins öðru hætti, hann notar svona sviga, það er í lagi að nota þá notasjón. Ég nota frekar þessa hér til aðgreina frá þetta sé punktur. Þetta hér bil myndi þá útleggjast hjá Adams 1 upp í 2 og þetta myndi leggjast 1 upp í 2 með mjúkum svega hérna við eða venjulegum svega, ekki hotklóa. Mér er svo sem sama hvort þið notið, bara þið notið þetta rétt. Maður segir að bil sem að innihalda enga punkta eða bara 1 punkt til dæmis eða bara 1 punkt til dæmis bili frá 1 upp í 1 það inniheldur bara 1. Maður segir að svona bil séu úrkynjuð og við höfum rosa lítinn áhuga á þeim. Og alltaf þegar við munum tala um bil hér eftir þá gerum við ráð fyrir að þau séu ekki úrkynjuð. Og svo er eitt sem við þurfum að muna þegar við táknum bil, að við erum alltaf með neðri töluna fyrst. Þegar við skrifum bil eins og þetta, þá erum við alltaf með A er minna en B. Bilargerðinni 4 upp í 1 hefur enga merkingu. Getum ekki byrjað 4 og farið upp í 1. Þannig við gefum alltaf minni töluna fyrst. Höfum þetta ekki lengra bil í bili.